Þetta er verkefni 6 í Excel, þetta er síða 8, random. Þú ætlum að láta forritið velja tölur af handahófi og þegar þau það í hvert skipti sem er unnið í skjalinu þá breytast tölurnar sem eru háðar þessu falli. Þannig að hérna er ég stödd í B1 og ég ætla að segja sama sem og skrifa hérna rand og opna sviga og loka sviga. Þá velur hún tölu af handahófi á bilinu 0 til 1 og ég ætla að hita á Ctrl og Enter og ég ætla að draga hérna til hægri og maður hérna tölur. Sem ætla ég að sýna ykkur hérna í round, það er líka nýtt fall líka, en ég ætla að ná í það hérna í fallalistanum, smelli ég hér og ef ég er ekki með fallið í listanum, hér eru bara 10 síðustu fall sem ég notaði, ég var að nota round þannig að ég er með það hérna, þá skrifið þið hér round og smellið á go og síðan fáið þið fallið hérna. Og fáið þið upp glugga og þið skrifið hér rand og þið opnið sviga og lokið honum og sinnum 9 að þá velur hún tölu á bilinu 0 til 9 og hún námundar tölu. Og ég ætla ekki að hafa neitt aukastaf og ég skrifa 0 hér. Stækka þetta eins upp. Rand, opna sviga, loka sviga, sinnum 9 og aukastafir 0. Og ég segi OK og ég dreg til hægri. Og það er ekki sömu tölur og í bókinni af því að þetta breytist og þessar tölur hafa breyst frá því áðan líka. Hérna er í línu 4, þá ætla ég að velja heila tölu sem er stærri en eða jöfn og 10 en minni en eða jöfn og 1000. Þannig að þar er fallið rand between. Ég er ekki með það í listanum þannig ég ætla að finna það. Það er hér, þannig að ég segi OK. Ég fæ upp hérna svona glugga og ég skrifa 10 hér og 1000 hér. OK, svo afrita ég hér til hægri. Þannig að þá setur hún tölur eins og talað um í bókinni. Ég seti sjálf formúlu hér og hér, en ég ætla að setja hérna í lottótölurnar og þá er ég með hérna rand between fallið í listanum að því ég var að nota það. Og lottótölurnar eru 40, þannig ég ætla að velja tölur á bilinu 1 til 40 og hita á Ctrl og Enter og afrita niður. Og þú sjá að þessar tölur breytast leið og ég er að vinna í skjalinu.